Góðan daginn. Erum við aðeins svo nálægt þessu eða eitthvað? Það er alltaf, ekki hafa þetta svona bara. Við erum svo falleg hvernig sem við annars erum. Við skulum bara segja þetta sér lagi og eitthvað ekki meinu kerti á. Og eftir þessu hér, við ætlum að lága drottinn smá. Svo tölum við að vera ekki rám. Þeir þú tónu þreyttur á þessu lagi held ég, stefi, frekar. Það vilja nú samt að láta það. Með eða ekki þínu samþykki. Þannig ég hveti bara til að vera sammála. En komið þið sæl, þetta er Biblíuþátturinn okkar. Og ég er með heilan hatt á höfði. Því nota hann á stundum. Léttan og góðan. Mjög léttan og góðan. Virkilega fínan hatt. Svartur, eins og sér. Eða sér hann ekki kannski, hann er svartu veggur líka, þannig að bara þetta rennur allt saman í dag hjá mér. Það er allt í lagi. En Biblían er það sem við viljum heyra um. Hún er góð. Hún er besta leksjan fyrir okkur. En ef við viljum, og ef Guð vill, sem er aðalatriðið, þá megum við vera með svona einhvern útbúnað í kringu þetta. Og við erum með hann hér. Samkvæmt skipulagi lifandi Guðs. Og nú ertu rekuði og rogastans yfir þessum orðum mannsins. Ég er búin að kynnast drottni þannig að hann skipuleggur allt alveg niður í smæstu smáatriði. Gaman að fylgja Jesú og svo sest maður, gerir maður þetta sem hann vill og er náttúrulega sáttur við það. Og svo kemur það í ljós að þetta er nú eiginlega bara að gefa best út svona fyrir utan það. Að því að Guð er í smæstu smáatriðum hvað sig sjálfan varðar. Og ég segi, krakkar, börnin góð, heyrum í Guði og gerum svo nákvæmlega það sem hann er að bjóða. Þegar hvað sem við segjum um þetta eða önnur verk drottins, þá eru þau hans og það sem hann kallar menn í að gera, hefur hann áður skipulagt líka. Og það er því alveg fullkomlega eðlilegt að hann láti hann og hana sem á að sjá vita skipulag sitt, því að viðkomandi verður að vita hvernig húsbóndi hans vill að verkin séu gerð. Og hér er ein birtingarmyndin á þessu borði. Og þetta borðið þetta líka. Hann gerði þetta allt saman og ég var í fyrstu og ég held að þetta hafi nú alltaf verið þessi uppstilling, en svo komu þessir plattar. Mér finnst þeir reyndar aðeins svo stórir, en ég hef nú notast við þá, að því ég keypti þá. En þeir hefðu mátt vera aðeins minni. Og kertin okkar fallegu maður og kertastjagarnir okkar fallegu, þetta er allt saman samkvæmt skipulaginu frá drottni. Þannig að málið er að hlýða Guði í öllu. Og vilja hann hafa eitthvað í kringu þetta, þá gerum við það. En kjarni málsins samt er orð Guðs, en umgjörðin það getur verið svona breytileg og svona, já, aðeins lífgáð upp á tilveruna. Og það er allt í lagi með það. Þannig bara hefur drottinn skapað okkur að við viljum hafa stundum svolítið umleikis þar sem við erum. Og við sjáum með þessu skipulagi að drottinn er ekkert mótfallinn því. Hann kemur bara með tillögur sem að hendar þessu verkefni. Verkefnið er Biblían og þú sér hérna
þær biblíur. Þær eru báðar íslenskar þessar og á sitt hvoru tímanum. Það sé ekki eitthvað 100 ár á milli þessara þýðinga, ég hugsa það nú. Þessi er 1910, þessi er 2007. Þannig að það eru svona 100 ár á milli þeirra. Ég held að þessi sé 2010. Hún er við svo litið öðru sér mál heldur en að við erum að tala í dag, en ég hef aðeins litið í þetta, ég hef ekkert litið í hana, en ég sé að hún er skrifuð á svo litið öðru sér máli en við erum að tala, en alveg vel skiljanlegu, en ég hef heyrt lesið upp úr fyrstu biblíunni sem gefur út á íslensku, var það ekki Odds, hvað heit hann, það skiptir ekki máli, og þar gekk manni svona treglega að skilja, en samt var þetta íslenska, já, en hún hefur bara, málið hefur þróast og það er ekkert óeðlilegt við það. Þannig að við þurfum að fylgja þessari þróun og þýða þá orð Guðs á því máli sem talað er á hverjum tíma, og þess vegna var ráðist í þetta verkefni að þýða biblíuna 2007. Sumir eru ekki sammála þeirri þýðingu, en ég er alveg sáttur við hana. Menn er alltaf að slá sig með þessum ensku slettum sínum, og okkur er það að slá sig fyrir mig, já við mig, því ég skil ekki orðið í ensku, þannig að þetta er bara eins og hebreska fyrir mér að þegar þetta ágæta fólk er með þessa stæla. Ég er ekkert að banna að gera þetta, en það gagnast mér ekki neitt, ég veit ekki hvað það er að tala um. Ég skil íslenskuna alveg prýðilega. Og ég hef ekki orðið fyrir neinu tjóni á minni trú með því að nota þessa bók. Ég er búin að nota hana eingöngu í ekki áratugur. Meira. Ég sé ekki annað en ég sé að vaxa í minni trú að því að nota þessa útgáfu af orði Guðs. Þannig að þessi umræða er ekki mín umræða leið, og ég hræðist ekkert að gera þetta sem ég er að gera og benda mönnum á þetta sem ég er að tala um, og við þurfum að vera í orðinu og vel að okkur í orðinu og svo framvegis. Hittir svona meira hártóganir sem ég vil ekki taka neitt þátt í, en getur þetta ekki bannað neinum neitt því að það er málfrelsi í þessu landi. Og hvað er ég þó að banna mönnum að segja það sem þeir telja nú er rétt, tala nú ekki um það. En þetta er allavega mín skoðun og ég má alveg eiga hana fyrir mig. Hvis ég var að segja á þann, þá hefur þessi ágæta útgáfa ekki trufla mína trú neitt. En það er að neitt þetta atriði allavega sem að ég hef svona notið svolítið og hefði viljað að væri ekki eins þýtt, og það er eitthvað annað, ég man ekki hvað það er. Ég segja að ég man þá eftir. Öðru leyti er þetta bara allt í fína lagi með, og þetta er kannski bara skoðun mín, ég veit það ekki. Við þykistum auðvitað öll vera sérfræðingar í orði Guðs, og ef menn er ekki sammála okkar sérfræði áliti, þá geta það bara átt sig. Svona afgreiðum við þetta. Út með þá, við viljum ekki sjá það að það. En þetta er nú ekki rétt að nálgunin, það get ég alveg lofað það. En svona sumir kannski gera þetta, ég veit það ekki. En það er orð Guðs, og sama hvatningin eins og áður að hvetja menn til orðs Guðs. Það er kannski rangt að hvetja menn til orðs Guðs að lesa 2007 þýðinguna. Ég gera það nú samt. Þegar þetta hefur gagnast mér alveg prýðilega. Ég man eftir því ég er nú svo gamall í þessu að ég las þýðinguna sem var á undan 81 módelinu. Var það ekki 60 eitthvað sem hún kom út, og ég var þá með þetta litla sæta hverju mitt sem mér var gefið, og ég eignast ekki hina biblíuna sem þá var biblía sem kom á eftir þessu, eða Nýja testamenti sem kom á eftir þessu, 81 módelið, og
var búinn að fara í gegnum Nýja testamentið nokkra sinnum með þeirri þýðingu sem þá var og mér fannst hún alveg prýðileg og allt saman það og svo fæ ég 81 módeli af orði Guðs sem að menn held ég sé nú nokkuð sammála að sé nú þokkaleg þýðing á og ég las hana. En ég var að hnjóta fullt af orðum og þýðingum á milli þessara biblía sem að mér, ég segi nú kannski ekki að trufla mig, en maður svolítið hnaut að því það var öðru sér orðað. Maður orðið vanur hinu og kunni það ágætlega á það, en svo kom þessi 81 og ég fekk hana einhverjum árum seinna. Þannig ég þekkti munin og ég hnaut svolítið hana. Svona hnaut, hann kannski djúpt í járnum tekið að segja hnjóta, en svona, maður sá að þýðingarnar í mínu áliti voru sumar betri en var í 66 módulinu, segjum það, í 81 módulinu. Og sumar þýðingarnar í 66 fannst mér betri en voru í 81 og svona hefur þetta bara verið. Og svo kemur þessi ágæta biblía og þar bara mætast bara stálin stinn aftur og aftur. Og ég get alveg tekið undir það, margt öðruvísi orðað þarna en var í 81 og ég segi hana alveg eins og ég sagði hitt, að sumar í 81, eða þessari 2007 eru miklu betur þýddar, segi ég, en var í 81. Og ég sá þetta líka á milli 66 og 81. Mér var sumt í 66 betur þýdd heldur en í 81 módulinu. Og svo kom þessi og þá sá ég líka að sumt var betur þýtt hérna en það var þar og ég þetta bara með mitt álit á því. Þannig þetta hefur ekki verið vandamál fyrir mig, þessar þýðingar, en segir mér það og ég veit alveg það og þú líka, að máli breytist. Og ætlum við að fylgja þeirri þróun eða hanga bara í skottinu eins og því sem einu sinni var. Hvernig ætlum við að gera það til lengdar? Við getum það ekki. Við verðum að gera svo vel að fylgja þeirri málþróun sem er. Hvernig ætlar að stoppa málþróunina? Viltu segja mig það kannski? Eða veistu það ekki? Ég held þú vitir það ekki frekar en ég. Bara þetta heldur áfram, lífið heldur áfram og þessar breytingar með. Við verðum að fylgja þeim hvort sem okkur líkar betur að vera. Þannig að ég hef aldrei tekið þátt í þessu og ég hef ekki erlend mál til að miða við sem að allir í kringum mig virðast vera sérfræðingar í en ekki ég. Og þeir eru að sletta með enskunni sinni og ég bara ránkólfu augunum því ég skil ekki orð í ensku eins og ég var að segja á þann. Þannig að ég held mér bara við það sem ég hef og er alveg sáttu við það. En ég er ekkert að gera neitt lítið úr þessu ágæta fólki, það er bara, má alveg segja það sem það vill. Og hafa sína skoðanir alveg svo ég. En samt vex trúin mín og þrátt fyrir allt þetta svakalega lélega þýðingu sem þessir heimagerðu spekingar eru að segja. En ég sem sagt bendi alveg óheikað á þessa bók en ég er ekkert að segja hvað skoðun þú átt að hafa á, þú mátt hafa hvað skoðun sem er. Kannski getur bara sammála mér að þetta sé nú bara ágætt. Ég verð alltaf voða skrítin í framan þegar ég rekst á Agrikóu-bækurnar. Ég segi það enn og segi það aftur að ykkur að segja, elskuðu vinir, þá hefði ég viljað að þeir hefðu sleppt í þessari bók og ég bið það í Jesú nafni að næst þegar Biblía verður skráð að þessu verður sleppt. Það er allt til að vera með þetta en höfum þetta ekki í Biblíunum, við skulum hafa það fyrir utan Biblíuna. Það er verður bara hægt að kaupa þetta sér en eins og ég held reyndar að hafi verið, ég held að hafi nú verið hægt að kaupa þessar Agrikóu-bækur sér og við hefðum átt að hafa það bara svoleiðis áfram. En þetta hefur alltaf truflað mig og alltaf þegar ég opna bókina þá skal það gerast í nánast hvert skipti að ég fletti og opna á Agrikóu-bókunum
til að minna mig á hvað ég er ósáttur við þær. Það er svona innan gæsalappa, ég er ekkert ósáttur við þetta, en ég segi og stendur það að ég hefði viljað að þetta væri ekki með. En sumir, já, ég veit ekki, eru menn ósámálað þetta líka? Já, sennilega. Þetta svo sem ekki verið mikið að ræða, þetta var eiginlega aldrei verið neitt rætt, en þetta er samt eitthvað sem ég hef notið gegnum mína flettingu. Og eins og þeir eru verið með þennan þátt, og ég oft talað og ég fletti, eins og manns, alltaf einhvern veginn svona. En fyrst til að byrja með manni, að þá fór ég alltaf beint inn í þessa agarkúfubækur og til að stróka út allt bros af mínum fallegu vörum. Eins og ég segi þá finnst mér þetta ekki sniðugt að vera með þetta. Svona það er svona sittkvor skoðun á þessu öllu saman hjá okkur og það er allt í lagi við þetta megum alveg að hafa sittkvor skoðun á þessu og það er bara besta mál og þeir segir okkur bara það að orð Guðs er bara stórt og því sem er stórt og stærra að við höfum skoðanir á því mismunandi. Og svo erum við að harma, eins og ég var að harma þessa akrikofubækur í Biblíunni, að því að ég vil bara, hún sé bara, já, eitthvað sem er viðurkennt, sé bara þarna og svo getum við verið með hinnar bækurnar sem er ábyggilega hina fínustu fræðigreinar, ég er ekkert að tala neitt það, það bara höfum við það sér, eins og þetta var alltaf. En mennirnir þá vildu, þetta verður örugglega ekkert bara einhvern dottið í huga að gera þetta og það var gert, heldur, það var menn örugglega sest yfir þetta og rætt þetta og bent á kannski kost og galla og allt saman það, þannig að þeir vissu alveg hvað þeir voru að gera, þeir settu þetta saman. En ég held, en ég er nú alltaf að segja meira en ég veit, að þessar akrikofubækur hafi einhvern tíman verið með í Biblíunni sjálfri. Ég held að það sé nú ekki þessari 1911 útgáfu, en ég held að ég haf einhvern veginn að sé það að þær hafi verið einhvern tíma með eins og þær eru með í dag. En ég er kannski að segja meira en ég veit, en það er allavega ekki þessari Biblíu og ef ég að lesa aðeins úr henni, við skulum lesa aðeins úr henni og sjá hvað við veltum okkar eigin fætur oft og meðan lesið er. Við erum núna í gömlu þessari 1911 10 þýðingu, við erum í orðskviðinni, þeir voru þá líka. Og það er 24. kafli orðskviða og það er 23, lesum þar. Þessir orðskviðir eru líka eftir spekkinga. Hlutregni í dómi er ljót. Þeim sem segir við seka, þú hefur rétt fyrir þér, honum formæla menn, honum bolvar fólk. Já, en þeim sem hegna eins og ber, mun vel vegna, yfir þá kemur ríkuleg blessun. Já, þetta er í 2011. Já, 1910, ekki 2011. Það er tómt rugl á gamli í dag, það er allt í lagi, hann er hafðfirðingur og hefur leyfi til þess að vera í tómu rugli annars lagið. Þannig að undir til Reykvíkingarna, þeim leyfist ekkert svona. Þannig að þú sér nokkur mun á Reykvíkingi og Hafnfirðingi. Eins og eins sem var það. Hvað voru að lesa á þann? Voru við ekki 23. Orðskviði. Já. Ég man það ekki. Ég ætla að vera hérna að lesa upp úr þessari 9. Ég man ekki hvað ég var að lesa á þann. Ég er á svo gleyminn maður. En allavega lásum upp á Biblíunni og það er nú það sem við erum að reyna að hvetja menn til að gera sjálfa. Það er að lesa upp úr þessari ágætu Biblíu. Það gerir alla menn fróðar í þessum fræðum og að verða fróðar í þessum fræðum er eitthvað sem við sækjumstum eftir eða ættum að vilja sækjast eftir og þetta er leiðin. Það er að sækja bókina, velta henni ögn fyrir, eða velta innihaldinu meira en minna fyrir sér og
og gefa sér einhvern smá tíma í þetta allt saman. Það mun færa okkur skrefinu, fetinu nær Drottni og við þurfum að færast nær honum eitt fet lágmark á hverjum degi og eftir ævina eða 40 ára, 30 ára eða 35 ár, hvað er þá komin mörg fet? Já, ef við segjum að við tökum eitt fet nær Guði og þetta er nú orðin nokkuð mörg ár. Allir þetta að tala þetta í kílómetrum, ég veit það ekki, allavega í metrum getum við það. En aðalatriðið er að við færumst nær honum með hverju verkefni sem við tökum að okkur í Jesú nafni og þetta er aldeilis flott verkefni að vera með Biblíuna sér við hlið og ekki það er náttúrulega ekki nóg að vera með hana sér við hlið, við þurfum að taka hann eins og við sáum áðan og svo lásum við upp úr þessari hérna sem við höfum aldrei gert áður og svo ætla ég að fara að lesa upp úr 2007 módelina og þá myndi ég ekki hvað ég hefði lesið þarna minn, þannig að það fór allt saman vorgorðum. Svona þegar menn er ekki mjög skipulaður eins og þessi kall úr Hafnarfirði er stundum, hann er ekki mjög skipulaður og spilar þetta svolítið fingur fram og finnst það best. En þú kemur svoleiðis skipulaður til verka að það bara er allt niður njörvað og það er allt í lagi, það er gott mál. Þannig var það hjá mér þegar ég var að byrja að tala og fyrir fram að fólk og kom ég alltaf svoleiðis þræl undirbúinn maður og skrifaði niður eitt A4 blað sem ég hafði með mér til þess að styðjast við og tók auðvitað með mig Biblíuna, þetta var svona fyrst og fremst bara Biblíustund og fyrstu skiptin var þannig að ég náttúrulega hver ræða hét eitthvað ákveðið og þannig er það nú í dag líka og ég ætla að fara eftir einhver ræðu, einhver smá tal fara, að lesa í Biblíunni og vitna í og svo framvegis og ræða út frá því og gerði þetta þannig fyrstu skiptin og svo svona tók ég eftir, ég ætlaði nú ekkert að fara út í það sálma, ég tók svo eftir því að eftir nokkur skipti þá hætti ég að vitna í þessi blöð sem ég var búinn að skrifa og ég er ekkert að segja hvað þú átt að gera. En þetta var það sem ég gerði og eftir það, svo hætti ég að taka með mig þessi blöð og svo bara ég gerði þetta bara svo Drottinn vill og þannig hefur það verið síðan. Ég veit að þetta hneykslarði í hvert skipti sem þú heyrir þetta en ég komið óundirbúinn til þessara stunda, allar götur síðan við byrjuðum með þetta dæmi sem orðin nokkuð mörg ár. Og mér finnst þetta allt í lagi en eins og ég segi þá er ég ekkert að segja hvernig þú átt að gera þetta en svona vill Drottinn að ég geri þetta vegna þess að hann veit hvernig ég er. Ég á það til að fara að kvíða því sem er framundan. Þetta er eitt sem að þú þekkir ekki og það er gott fyrir þig. En ég þekki og hann mætti með þessum hætti. Hann sagði við mig að nú skildi við söðla í háttum og nú skildi ég bara setjast og tala. Ég man eftir því að ég gerði eina pröfukeyrslu á þessu að setjast og tala. Ég hef alltaf þurft að þjálfa mig nokkuð mikið upp áður en ég stíg fram og ég þarf að vita hvað ég get gert sjálfur. Ég verð að vita það 100% og þú líka fyrir þig, þú verður að vita að þú getur þetta. Og ég settist niður með fallegu láns myndavélina sem að Ingólfur vinur minn lánaði mér og ég var með tíma og ég byrjaði. Og ég tala og ég raun og verið hætt eftir hálftíma. Ég fann það ég gat tala miklu lengur. Þannig að maður vissi að Guð var komin inn í þetta og eftirleiðis þá bara gerði ég þetta svona. Ég bara kemur fyrir framan myndavélina og svo byrja ég. Svo kemur það bara út úr því sem kemur. Þannig að ég veit ekkert hvað ég ætla að fara að tala þegar ég sest niður til að vinna þetta verk. En reynslan náttúrulega í gegnum tíðina segir að það kemur eitthvað gott út úr því sem í raun og veru aldrei hefur klikkað, þó ég geri þetta svona. Þetta er svona stíllinn sem hann notaði við mig og hann tekur á okkur persónulega. Hann fer með okkur fram persónulega
eftir getu hvers og eins. Hann veit alveg eins ég var að tala á þannig að ég á það til að vera kvíðinn. Ég er mikið að hugsa þetta hvernig ég að gera næsta verkefni og náttúrulega veit ekkert hvernig ég á að gera þetta og þannig hann bara, aðja, drengurinn minn, nú stoppum við þetta og við gerum þetta svona. Og það eru komin allmörg ár síðan, 20 ár. Já, ég get trúað þetta sé komin 20 ár síðan ég settist fyrir framan Vélina Ingólfs vina míns og gerði þennan hálftíma þátt sem ég hef svo sem sagt frá áður að ég harma svolítið að vera ekki til. Ég veit ekki til að hann sé til, en ég væri alveg til í að fá hann ef hann er til og setja hann fram. Því ég man eftir því að mér fannst þetta ágætis að ræða sem vall fram úr þessum munni. Það var eitthvað þetta sem Drottinn vildi bara segja. Hann segir við mig, Konráð, ég er með þér. Og þetta hef ég alltaf vitað, hann er með mér. Það er rosalega styrkur að vita, eins og ég oft talaði hvað maður stendur í Guði. Vita að hann er með manni er rosalega öflugt vopn að vera með í hendi, og það er sannleikur málsins að ég og fleiri ég eru með þetta í hendi. Það gerur okkur örugg og rólega og náttúrulega fyrir utan það að staðfesta bara Drottinn í hver skipti sem við förum í þetta verk að hann lifir. Það er nú aldeilis ekki ónýtt að viðurkenna það. En allt svona undirbyggjum við með því að fara í orð Guðs og láta ekki hjá líða að rækja það og ég hef þann sið og búin að gera allan tíman og oft talað það að ég geri þetta okkur einasta degi. Í þessi, ég frelsast 89, á hverjum einasta degi hef ég gert þetta með þessum hætti og ég geri þetta enn. Eftir að ég komst á ellismelli launinn, þá geri ég þetta bara á morgnana. Að vísu er maður á fulli vinnu, svona í kristilegum verkum og er með starf hérna í kirkjunni, svona lítið smá í starfin. Og ég sé ekkert að ég sé neitt að hætta í því og ég sé heldur ekkert að ég sé neitt að hætta í þessu verkefni sem ég hef verið með hérna í nokkuð mörg ár og hvað mörg ár hef ég ekki hugmyndum, ég er hættur að telja allt svona, maður mæti bara í þetta þegar þetta á að vera og treystir því að trú er að gagn sig að. Þetta er eitthvað sem Drottinn gefur og þú bara heldur í og veist að er. Já. Svo ertu alveg sannfærður það að þú sért í raun og veru að gera mjög gott verk. Og ég hef aldrei heyrt neitt annað heldur en að menn væru bara ágætlega sáttir við þetta. Og þó þeir væru ekki sáttir við þetta, þá væri ég nú samt að þessu áfram, því að ég er ekkert að þessu til þess að heilla menn, ég er alveg í raun og veru sama hvað mönnum finnst, ég er að þessu vegna þess að ég hlýði Guði. Það var sagt daginn við skulum hlýða Víði. Hlýða Víði, en já, allt til að hlýða Víði, góðu náungi. Ég vil samt frekar hlýða Guði. Og hann er persóna, alveg sem ég er persóna, og hann talar eins og persóna ég tala og tjái mig, þá gerir hann það líka. Og honum er anduð þetta verk og stundu þarf hann svona aðeins að hrista mig til að fá mig á stað í verki þegar ég er eins og þú að því leyti til að stundum spyrum að það er ekki komið nóg að þessu. Það kemur svolítið mæða upp í honum þessum og svolítið mæðusvipur en það er náttúrulega bara undirstrikun þess að þessi maður er bara maður. Venjuleg manneskja. Og ég er alveg sáttur við að vera bara venjuleg manneskja og mig langar ekki til að vera neitt annað en venjuleg manneskja. Sjálfum líka með bestu bara venjulegt fólk. Og þess vegna er ég bara einn af þessum venjulegu manneskjum sem að, sumum allavega líkar ágætlega við. Allt saman allt saman er aukaatriði og allt svona hugsun nú rjáttlast af með aldrinum. Og ég held að það sé bara besta mál, því að þú þarft hvort er að standa þína plikt í þínu lífi og gerir það með hjálp stundum annara og stundum og kannski oftast nær gerir það bara einsamall og það er allt í lagi þá bara gerir þú það einsamall. Þú skilar deginum af þér með sóma og með sóma verður dagurinn þegar þú lofa Drottinn í honum. Og það er einmitt það sem við erum að hvetja til. Við eigum grunninn
og við byggjum grunninn og bætum grunninn og viðhöldum grunninn með því að lesa orðið sem við gerum mörg hver daglega og ég uppálegg mönnum að gera daglega því að við þurfum að gera það daglega. Þetta hef ég fundið og fann strax að varða að gerast í mínu lífi. Ætti ég bara eiga vonum að halda áfram og ég hef blessunarlega haldið áfram í 35 ár eða ekki, 36 ár. Þannig að þú sér að þessi maður er komið svo litla reynslu af sinni trúargöngu er það góð reynsla og ekkert nema góð reynsla. Gott fólk, ekkert nema gott fólk. Og gott fólk sem ég umgengst í dag er bara mjög fínt fólk og ég á marga góða vini í kirkjunni sem að við hittustum reyndar ekkert oft og það er allt annað mál en ég finn að vináttana til staðar, já, sem að var, hún helst og ég held að menn taki alveg undir það hvað sér sjálfa varðar að þessi vinátta hefur ekkert farið neitt og akkur ætti hún að hafa farið. Það hefur ekkert gerst þannig að sem að ætti að koma upp á milli vináttumanna. Það gerist náttúrulega margt en ekkert endilega eitthvað sem kemur upp á milli vinskaparins. Kemur honum ekkert við. Þó eitt og annað gerist í lífinu. Það er alltaf eitt og annað að gerast í lífinu og við getum víst lítið breytt því en við getum auðvitað ráðu sjálf hvernig við höndlum svona viðburði, ef viðburð skildi kalla. Hvernig sem við lítum á, hvernig sem við skoðum þetta og sjáum þetta, þá höfum við alltaf orðið. Þetta er minn klettur. Og ég er að þessu til þess að þú staðfestir það fyrir sjálfan þig, að þetta er þinn klettur líka. Ég á enga klett sem er í raun og veru jafn öflugur og orð Guðs fyrir mitt líf. Ég ætla rétt að vona að þú staðfestir þetta fyrir þig sjálfan og sjálfa og svo sé og þá erum við allavega sammála um það. En við erum núna í Gamla testamentinu með 2007 mótilið, þýðinguna og hvaða kafli er þetta? 32, já. Það er svolítið langur, 32. kafli. En við erum ekki að pæla í lengdinni, við erum að pæla í orðið Guðs og stundum lesum við mikið af því og stundum aðeins minna. En í 30. kafla, 30. versi í 32. kafla hljómar þetta svona. Þarna eru allir höfðingjar landsins í norði og allir frá Sídon. Þeir stigu niður á svona vortbytnum mönnum þrátt fyrir skelfinguna sem þeir breyttu út. Þeir urðu til skamma þrátt fyrir hreisti sína. Þeir liggja óumskurnir hjá þeim sem lagðir voru sverði og bera skömm sína, ásamt þeim sem grafnir voru. Fáró mun sjá þá og láta huggast yfir missi allra dýrðar sinnar. Fáró og allar hersveitir hans hafa nú verið lagðir sverði, segir drottinn Guð. Þegar ég hef breytt út ótta við hann á landi lifenda, Fáró og öllum hersveitum hans verður komið fyrir á meðal óumskorina hjá þeim sem lagðir voru sverði, segir drottinn Guð. Já, svona talar Guð, þessi lifandi algóði Guð stundum. Af hverju? Því að menn er ekki að hlýða honum. Hann bregst alltaf við óhlýðni manna, hvar sem er. Og hann mætir þeim oft með hörku, vegna þess að stundum skilja menn ekkert nema hörkuna. En sumir læra af og vitkast af og þakka drottni fyrir að hann sé það sem hann er. Og hann tekur þá í sátt. Og þá er björnin unnin fyrir þetta einstaka líf, mannslíf. Já, mannslíf. Þú voru aðtóða það að Kristur dó fyrir mannslíf. Mitt mannslíf er í hans augum mikils virði. Hann dó fyrir það og nú á hann þessa mannesku og er að hjálpa henni til að komast á leiðarenda til að mynda með því að fá hann verkefni sem hann hefur trúfastlega sinnt og leið er hann að styrkja trú sína af því sem hann er að gera
og það engin spurning það að maður í raun og veru að styrkja trú sína alveg helling með því að hlýða Guði. Og hvað með þig? Hvað hefur Drottinn kallað þig til að gera? Hefurðu verið að hlýða því? Já, það gott fyrir þig að svara fyrir þig. Ég þarf ekkert að vita neitt það. Mér nægir alveg að vita að ég hlýðinn strákur, kall úr Hafnarfirði og bið Guð að svo verði áfram og með ég dreg andan og ef heilsu og allt saman það, þá vil ég bara sinna þessu verki. Og líklega á þeim stað sem ég á í dag, því að ég ekkert að hverfa neitt þaðan og ekkert að skipta neitt neina kirkju. Hverju? Mér líkar hérna og mér líkar hérna að þá þarf ég ekkert að fara neitt. Við hveti til að gera saman, við skulum bara vera saman í þessu og muna að við þurfum að elska hvern annan. Elskuðu hvern annan. Yfirleitt, já. Já, ég held við gerum það nú svona strangt til tekið en það hleypur fíla í allt maður. En ekkert endilega það að við séum, já bara vegna þess að við nuttustu korti og alltaf fyrir annan maður. Og eitthvað svona. En stundum erum við fyrir öllum. Finnst okkur allavega. Hvað þýðir að vera að hugsa svoleiðis laga? Þetta eru bara mannlegir brestir sem að koma alltaf upp og líka í kirkjunni. Við erum bara innan venjulegt fólk þar og já, ekkert verra og ekkert betra, jú, kannski ögn skárra heldur hún hinum með því að það á Jesú til og hann alltaf að nippa, þetta einhver alveg að þess, þetta nú góði strákurinn í dag. Og við erum hlýðið fólk og verðum því góði strákurinn í dag. Þetta rjáttlast allt og gengur allt tilbaka þó eitthvað hafi gengið úr skorðum og eitthvað farið í svakalega vilumaður og verið ákveðin að koma aldrei aftur. Kannski kemur hann aldrei aftur en hvað var það mig það? Mér var það ekkert það því það hver og einn ræður sínu lífi og þetta vita allir menn og eins og ég ræð mínu lífi og ég hef valið að vera bara áfram að sinna þessu. Ég svo fína aðstöðu hérna maður og okkur ætti ég að missa hana. Eins og ykkur sagði við mig eins og okkur ætti að fara, ég var eitthvað að pæla þá. Og þá missur allt hérna maður, fína aðstöðu sem við hérna, já það rétti það, ég vissi þetta allt. Og þá ætti ég við að fara. Maður er svo tækifæri sinn líka. Maður er með fína aðstöðu hérna, maður var rétt upp í hendurnar og ég hef ánótt af þessu bara þegar ég vill og ég er mjög þakkláttur fyrir það og hef verið að nota þetta líka. Fyrir þessa ágætu þætti sem maður er með í góðu lagi og reynir að hafa í eins góðu lagi og hægt og þú elskar það reynd. Og býður þetta hverjum nýjum þætti í vikum. En þér finnst þér aðeins að langir, það er nú eitt maður, það er tíminn. Ef þetta er yfir 3 mínútur þá voru það á lang. Hver nennir að vera eltast svoleið? Og okkur þarf maður að vera eltast svoleið? Hvað get ég gert að því þó ykkur